Fannar Smári Sindrason 17 ára drengur sem ekki með PlayStation 12 í herbygginu hjá sér. Nei, hann með þrívítaprentara og titla sig sem drónaflugmann í símaskráni. Við kíktum í heimsókn til Fannars á bæinn Punkt í Eyjafjarðarsveit. Fannar, þú varst að fá styrk úr hvatningasjóði Kviku. Hvaða þýðingu hefur það? Já, þetta náttúrulega bara frábært sko. Og bara, ég ætti að geta notað þessa peninga mikið í framhaldsnámi og til að kaupa alls konar græður sko. Þetta rosalega skemmtilegt að fá svona styrk sko. Þú áttu svolítið að græjur núna, þú átt drónan og þrívítaprentaran. Hvaða græjur sérðu fram á að geta keyptir? Ég veit það ekki sko, það náttúrulega bara kemur í ljós sko. En til maður fer ekki uppfæra eitthvað einhvern tímann. Það mikil framþróun í þessum græjum. Já, algjörlega sko. Ný prentar að koma út á hverjum degi sko. Og drónan líka. Þannig að þú ert núna í rafiðnaðardeildinni í verkmyndaskólanum og ert að taka stúdentsprófið með því. Hvert stefnir þú? Ég stefni í framhaldsskóla. En svo ekkert ákveðið sko, þannig að ég leyfi sér bara svolítið að ráðast. Og með náminu þá ertu að fljúga drónanum bara sem atvinnu? Já, það góður aukapeningur svona, að fljúga annað slagið. Nú ertu heima hérna inn í Eyjafjarðarsveit, gríðarlega falleg fjöll hérna allt í kring. Algjörlega sko. Þetta hlýtur að gefa þér hellings innblástur þegar þú ert að mynda? Já, ég náttúrulega byrjaði bara hérna sko, flaug bara hverjum degi hérna, fyrstu skiptin. Þú hefur flogið drónanum væntanlega dálítið oft hérna í firðinum. Ertu alltaf að sjá eitthvað nýtt? Já, þetta er rosalega stórt svæði sko. Ég næ aldrei að klára þetta. Þegar maður hugsaður einstaklega með tækjadellu þá hlýtur þú að vera þar ansi ofarlega á blaði. Já, það er rétt sko. Ég get bara ekki hætt sko. Það er svolítið svoleiðis. Ef við ekki að taka þennan dróna þessu loft og sjá hvað það getur gert? Jú, algjörlega. Maður hugsaður að það er ekkert langt síðan að það komu flugvélar og það var að taka myndir hreinlega úr lofti. Núna ert þú mættur hérna með þína eigin græju til að taka þessar myndir. Þetta hlýtur að vera dálítið mikið tæknistökk. Já, þetta náttúrulega rosalega þróun í þessu sko. Bara, já eins og ég segi sko, það koma nýjar tækninýjungur á hverjum degi sko. Höndlar þetta rigningu og vond veður eða hvernig er það? Nei, svo sem ekki. Ég hef alveg verið að fljúga í smá úða sko, en aldrei rigningu eða snjó sko. En þegar þú ert að ferðalögum í fjölskyldunni, tekurðu drónan með? Já, alltaf sko. Maður veit aldrei hvernig maður þarf hann. Þannig að það er ekkert bara símamyndir svona eins og hjá okkur hinum, það eru drónamyndir á ykkar ferðalögum? Já, algjörlega sko. Þetta búið að þróast rosalega sko. En þú fer ekkert með þetta hvert sem ekki fer með þetta í dýragarðinn og svona út í? Nei, ég fer nú ekki það langt sko. Það er nú bara myndað þar sko. En hvernig rekst þetta ekkert á flugvélar? Nú lýsi ég náttúrulega miklu vankunnáttu á þessu. Þarf maður að hugsa út í flugumferð þegar maður er að fljúga svona græju? Já, algjörlega sko. Það flugvélar náttúrulega mega ekkert vera lægra en 120 metrar sko. Og ég má ekkert vera hærri en það, þannig að ef allir standaði sitt þá ætti þetta ekkert að gerast sko. Þannig að það eru ákveðin takmörk sett? Já, sem betur fer sko. Hefurðu aldrei lent í því að komi óvænt vont veður eins og getur gerst hérna á Íslandi og dróninn fari á eitthvað flug sem þú reiknaðir ekki með? Jú, það hefur gerst með alla drónuna mína sko. Ég reyni bara að lenda þeim nokkuð örugglega. Þú voru aldrei brotlent? Einu sinni, en það er langt síðan það var. Það hlýtur að vera agalegt að sjá svona dýra græju brotlenda. Já, það var rosalega sjokk sko. Hann brotlendi einnig mýrinni hérna hinum meginn, það var smá viðgerð sem að fara í það. En hann lifði það af? Já, hann er ennþá til í dag sko. En hvernig með varahluti í þetta? Getur þú þrívítaprentað eða vantar einhverja varahluti? Já, það er hægt, en ég hugsa að það sé ekkert mikið dýrar að kaupa bara plast sko. Það er fallegra sko. Við þurfum að kíkja inn á þrívítaprentana þar og sjá hvað fleiri verkefni þú ert að gera. Algjörlega sko. Hérna er til dæmis með bát, bara svona rosalega venjulegan bát sko. Og ég bara næ í hann hérna. Og svo dreg ég hann bara hérna yfir í hennan. Þetta forrit hérna. Hvað gerir þetta forrit hérna? Þetta er í rauninni bara sker hann í sundur og sendir hann yfir til prentarans. Og hann skilur það sko. Já, hann hugsar þetta þá í alls konar bara lögum? Já, bara í 1000 lögum sko.
Og þetta bara bátur sem þú finnur á netinu, en þú getur líka búið til þína eigin hluti og þá setja það inn í þetta forrit og það skiptir í þessi lög? Já, það bara alveg eins sko, ég bara teiknaði upp í sérstöku forriti sem heitir Fusion 360 og já, svo bara hendi ég hérna yfir og ég prenta hana sko, það bara... Þannig að þetta kannski ekki mikið flóknar en bara venjulegur prentari eða hvað? Nei, þú veist, ef maður kann á þetta sko, þá þetta bara nákvæmlega ekkert mál sko. Hérna? Já. Ég ekki með svona skrifborðinu hjá mér. Hvað þetta? Nei, þetta smá verkefni sem við litla systemum erum að vinna í. Þetta svona, hún eiginlega kom með þessa hugmynd sko, að búa semst til eitthvað sem snýr sykurpúða fyrir mann. Það svona ekkert augljóst þegar ég horfa á þetta, þetta settir þess að snúa sykurpúða? Nei, það átt að segja enginn á því sko. Hvernig virkar það? Hvað settur í sykurpúðan? Já, í rauninni að setjum maður hann bara hérna í mótorinn sko. Og svo þetta að hækka þetta og lækka eftir hvað þetta og hvað maður ætla að vel grilla á sko. Og svo snýr þetta sykurpúðanum fyrir þig? Já, svo snýr þetta í rauninni bara sykurpúðanum sko. Þannig í útilegunni getur þú verið að gera allt annað og bara fengið fullkomlega grillaðan sykurpúða? Já, akkurát sko. Þetta eru rosalega illa nýta mínútur sem það í að grilla sykurpúða sko. Já, maður gleymir að snúa honum og hann er brendur á annarri hliðinni en ekkert á hinni. Nákvæmlega sko. Þú veist mikið meira hérna, það er fullt af dóti hérna á borðinu hjá þér. Já, þetta eru svona nokkur hlutir sem ég er búinn að prenta út hérna. Má ég alveg taka þetta? Skýst ekkert út úr þessu? Já, getur verið sko. Beinir sér frá augunum kannski? Já, mögulega sko. Já, þannig að það er eitthvað til þess að skjóta úr þessu? Já, ég er semst með grillpinna í þessu, bara svona grillpinna sko. Já. Svona klippa af hérna. Og þetta er alveg svolítið kraftur í þessu sko. Ég þarf að frekar varlega með þetta. Já, þessi bjóð til annan minni líka sko. Já. Sem við getum skotið tannstöglum. Þetta er rosalega... Ég fann þetta bara á netinu líka, ég veit. Já. Þetta er þrívítaprentað? Já, þetta eru bara 11 partar sem ég prentaði út. Tók 4-5 tíma eða eitthvað, allt saman. Hérna með bát líka? Já. Þetta er sem sagt bátur sem ég var að prenta út. Getur svifið á í rauninu öllu. Snjó og vatni og já, kannski ekki græsi. En það er rétt svo svifið bara yfir yfirborðinu. Fannar hefur svo sannarlega búið sér skapandi umhverfi í herberginu heima hjá sér. Þegar hugmyndirnar kvikna, þarf hann því ekki að leita langt til að hrinda þeim í framkvæmd. Hér eru sannarlega engar hömlur aðrar en hugmyndaflugið. Við kveðjum Fannar það leyti sem þrívítaprentarin er að klára að prenta út bátinn sem við settum af stað þegar við kíktum í heimsókn.